á Unimax vinnustofuna. Nafn mitt Tomo Krausinski og í þetta skipti munum við brýna mikla og járn fyrir hefil í Blackwood línunni. Eins og nafnið á þessum dálki gefur til kynna, munum við aftur komast af án rafmagns, því að við munum brýna þessu verkfæri hratt, auðveldlega og mjög vel með einföldu tæki og sandpappír. Þetta tæki hjálpar til við að halda horninu og með smá nákvæmni getur jafnvel algjör byrjandi ná fullkomnum árangri í brýningu. Verkfærið sett undir álstöng sem límd með meðfylgjandi hálkuvarnarströmli. Festingin gerð með 2 netum. Notaðu rísur eða horn til að athuga rétt horn. Verkfærið haldið föstu í tækinu á meðan á öllum skrefum brýnunar stendur, þannig að þú hefur alltaf sama hallan gagnvart brýningaraflinu. Eftir að verkfærið fjarlægt breytist brýningarhornin, svo fyrir algengustu hornin gott að búa til stoppers. Undir hvaða horni á að brýna allt önnur saga, en almennt gildir að miklar hafa grunnbrýningu frá framleiðanda sem yfirleitt 25 gráður og við munum aðeins brýna svokallaða fasettu. Það öðruvísi með heflurum. Hver hafl hefur járn sem sett undir mismunandi hornin, sem ásamt brúnarhorninu myndar saman loka, skurfarhornin. Fylgir því upplýsingum frá framleiðanda höflana. Mismunandi horn notuð við að höflanu eða á móti kornum, eða jafnvel þvert á. Ef þú ert að slípa alveg nýja brún, hvort sem það vegna mikil skemmda eða breytingar á horni, notaðu grófari slípefni til að gera vinnuna skilvirka. Ég hef fundið að venjulegu brýni með kornastærð 120 á annarri, hliðinni og 240 á hinni. Hliðinni virkar vel. Auðvitað geturðu haldið áfram að slípa á fínni brýni, en að fá réttu steinana nokkuð vísindi. Þeir gænasteinar dýrir, og þú þarft að hugsa vel þá, sem tekur mikinn tíma. Svipuð þjónusta fyrir tilfallandi slípun veitt með sandpappír undir vatni, sem lagður á slétt og slétt yfirborð, til dæmis klettfötu. Blað af gæðasandpappír kostar aðeins yfir 10 krónur. Auk þess þarftu ekki, eins og með steinana, að viðhalda sléttunni stöðugt með svokallari jöfnun. Jafnvel með því að nota sandpappír og gleri geturðu jafnað slípunasteina þína. Úr úrvali Unimax valdi ég pappíra frá heimsþekktu merki Smyrdex, nánar tiltekið blöð af latex vatnsheldum pappír sem ætlaður til slípunar í bleytu, með kísilgabíð, korni. Sandpappír eins og slípunasteina bleytum við með vatni eða blöndu af steinolíu og steinefnaolíu. Hvað á að velja fyrir annarkvort eftir ráðleggingum framleiðanda slípunarefnisins eða persónulegum óskum? Legðu blað af sandpappír með kornastærð 500 á plötu af þykkara gleri með fullkomnu yfirborði. Þú getur fest það með límbandi eða einhverjum klemmu. Fyrst þarf að slípa framhlið verkfærisins og það í þeirri gæðum sem við munum slípa bakhliðina. Annars mun ekki sýna merki grófa slípun, jafnvel þó að bakhliðin verði slípuð í hálflands. Framhliðin alltaf dregin flöt. Hallið aldrei verkfærinu. Þegar við höfum slípað framhliðina, höldum við áfram með að slípa bakhliðina eða skáfluting. Settu verkfærið sem fest í búnaðinum á sandpappírinn og hreyfðu það varlega fram og aftur. Ekki ýta á fast, svo þú rífir ekki sandpappírinn. Endurferðu allt ferlið með sandpappír með kornastærð 1000 og síðan 2000. Eftir að hafa slípað bakliðina, snúðu verkfærinu ásamt búnaðinu og fjarlægðu flísarnar frá framhliðinu. Á þessum tímapunkti hægt að vinna nokkuð þægilega með verkfærið, en þeir sem vilja enn fullkomnari geta haldið áfram að slípa með pappír með hærri kornastærð. Því sléttara sem eggið því hægast ljókast það, því það hefur minni öllvísa. Þykkara blað rifnar, þegar það smýður inn í efnið sem verið að vinna og verður því fælasljó. Notaðu slípefni með hærri kornastærð, beint þú ert að endurnýja eggið. Þá þarf að slípa sama horn og nú þegar á verkfærinu til að fjarlægja eins slípiefni og mögulegt Skásetningin á miklum og sömum heflaröfnum gerir kleift að fjarlægja hraðar, því minna svæði slípað, en ef við fjarlægjum allan bakhliðina. Þú sérð að hver sem getur haft fullkomna egg á verkfærum sínum og það ánægjulegt að vinna með byggt verkfæri. Hengla á allar vörur finnur þú í lýsingunni undir myndbandinu. Ef þér líkar við þetta, vinsamlegast gefðu okkur líka. Og ef þú vilt ekki missa af næsta myndbandi frá Unimax verkstæðinu, smelltu einnig á áskrifa og jafnvel á bjölluna, svo þú fáir tilkynningu leið og við hlefjum upp nýju myndbandi. Hafið það gott og sjáumst fljótlega í Unimax verkstæðinu.